Stór sigur á Portugal í kvöld, þetta hlýtur að hafa verið kærkomið. Já, þetta var mjög mikilvægt. Það var skemmtilegt að kveðja á svona með alvörinni sigri og skemmtilegt hérna fyrir framan höllina. Þetta var mjög vel mætt og mér líst mjög vel á þetta. Það var mjög flott. Hvað er að gerast þér á þessu leik? Það er risasving frá leiknum úti, þannig að kannski vantaði einhverja leikmenn þá. Já. Hvað er að gerast þér? Hvað segir þið þennan leik? Ég held að það sé meiri að við fórum bara aftur í back to basics eins og maður segir. Þetta er vörnin sérstaklega og þetta er svona aggressiveness og við erum svona að sýna aftur að við erum ennþá Íslandingar, við erum ennþá litli geltandi hundurinn sem fólk verður að taka alvarlega og við þurfum að spila svona hverja minnsta leik til þess að geta að spila við þessi lið og við spilum bara mjög vel í dag og sérstaklega þá, já eins og ég segi, vörnin, aggressiveness í vörnin og alltaf vera að pressa á við leikmenn og það er ekkert svona einfalt og ekkert svona létt en þetta var mjög flott. Flottur sigur, en svona í fjölmiðlum og fyrir þennan leik þá snerist hann náttúrulega bara það er rosalega mikið bara það að Jón og Hlynur var að hætta. Já. Hvernig var að fá að taka þátt í þessum lokaleik herramanna með liðinu? Það var bara geggjað. Þess að segja, það er búið að vera geggjað að fá að taka þátt í síðustu leikunum þeirra. Og já, síðustu leikunum, síðustu árunum þeirra. Þannig að ég kom inn í þetta og þá voru þeir staðallinn, þetta var svona íslenski staðallinn og þeir voru með þetta. Þeir voru með allt sem við þurfum að vera með til þess að spila í þessum leikum og það verður sástæðslega en ég held að við yngri séum búin að læra nú mikið af þeim að við getum haldið áfram með þessa baráttu og haldið áfram með þessum leik. Hvaða gildi eru það sem helst sem það læra af svona reyndum leikmönnum? Bara á það fórnvísi og sem bara það er svo margt sem hægt að segja en þeir náttúrulega kenna manni helling og sérstaklega á mér. Ég kom inn í þetta ungur og vissi mjög lítið þannig að það var margt sem að læra á honum og baráttan þeirra og bara hjarta þeirra og það er sama hvað, þá eru þeir alltaf 100% og þeir meiðist eða þetta þá eru þeir alltaf mættir og alltaf til. Það er ekki vöndun að fá að berjast við mann eins og Hlyn á æfingu? Það er leiðilegt en á saman tíma þægilegt. Nei, segir svona, það er náttúrulega mikil missir. Hann er einhver svona einn af leikmönnum sem bara skilur ekki alveg, hann er ekki alveg að meikar ekki alveg sens. Hann er náttúrulega lítil fimma og er einhvern veginn samt alltaf í öllu og nær öllu og maður sé stundum hann fara á móti, eins og maður segir bara í Eurobasket þannig, hann fara á móti einhverjum stórum nöfnum, einhverjum stórum leikmönnum og einhvern veginn er samt að ná einhverjum 10 reboundum einhvern veginn á að klína sér hann inn í miðjuna og taka á milli einhverja tveggja. Þetta er einhvern veginn ótrúlegt hugafar og ótrúleg einhver leikhæfni sem hann hefur. Þessi leikur skiptir minna máli heldur en leikirnir sem þið farið í sumar á móti Sviss og Portugal en það skilur ekki. Hvað þarf liðið að gera til að koma liðið aftur á stofnum? Það er bara sama, halda áfram með sama mentalityð og halda áfram að samstilla okkur aftur og það sem að núna tekum við svona yngra lið og eins og við segjum síðustu árið þá er þetta búið svolítið svona að koma nýja leikmenn inn og eldri að fara. Þannig að það er komið á okkur að slípa okkur aftur saman og koma okkur aftur í sama þessa smúðu leik sem þeir spiluðu hérna áður fyrir og svona almennilega klikka saman. En ef við gerum það þá halda áfram með sömu leið og halda áfram að mæta á svona stórmót og kannski einn daginn og vinna í leikvall. Brattur? Ávallt. Takk.